veit ekki hvernig á að hvernig á maður að byrja svona þátt. Bara halló, ég veit það ekki. En allavega, þetta er þáttur númer, mig langar að segja 3, en ég er ekki viss. Þetta var það sem ég ætlaði að kíkja á áður en ég fór að taka upp, en ég gerði það ekki. Og núna bara, þú veist, það skiptir eitthvað máli. Ég skrifaði hvort þið þetta eitthvað, þarf ekki að segja það. En, mér langaði að sýna ykkur aðeins hvað ég er búin að vera að prjóna og hvað ég ætla að prjóna og hvað ég er kannski búin að prjóna og hvað mér langar að prjóna. Það er samt alveg efni, held ég, takk þetta að þátt. En, þessi er allavega það sem ég kláraði síðast. Nei, ég lýg, það er ekki það sem ég kláraði síðast. Þessi peysa er peysa sem ég er að fara að gefa út, ekki á morgun heldur hinn, og er úr garni, sem sagt ekki úr garninu mínu. Þannig að þú veist, ég veit ekki af hverju ég er að segja ykkur frá því í mínum garngubs þætti. Af því að þú getur ekki komið og keypt þetta. Nú er ég að hrista borðið viljandi. Nei, óviljandi, fyrirgefðu. En allavega, ég mun svo gera einhverja útgáfu af henni úr einhverju garni frá mér, örugglega, þú veist, af því að mér langar í aðra. Ég er reyndar að fara til Berlín helgina að hitta þær sem að lita þetta garn og mögulega geti ég keypt mér í aðra. Það er aldrei að vita hvað gerist. Ég er eitthvað að færast í, ég veit ég er búin að ákveða að prjóna bara úr grænu af því ég elska grænt. En fjólublára er svona eitthvað farin að biðja athygli. Veit ekki hvort að það verði eitthvað eins og þetta bleika sem að ég nota svo aldrei. En það bara kemur í ljós. Mér finnst rosalega erfitt að tala í mynd, þú veist. Þegar ég horfi, þú veist, þannig að ég sjái hvað ég er að gera, þá er eins og ég sé að horfa bara eitthvað í buskan. Nú er ég að horfa á myndavélina, ég held að þú veist þetta sé rétt, en ég veit ekki hvort að það sé þá komið þá mögulega eins og ég sé að horfa á ykkur. En ég, já, þessi peysa heitir Morgenthau, sem að þýðir morgundögg á þýsku, og ástæðan fyrir því nafni er þetta er svona, ég elska, þú veist, ég tek alltaf morgungöngu og það sem ég finnst bara eitthvað fallegast á svona eitthvað svona crispy modni, svona crispy, að það er morgundögg á grasi. Það er bara eitthvað annað fallegt. Þannig að þetta er hún að leka og stundum koma nefnilega svona, myndast svona dropar og já. Ég sem sagt kláraði aðra peysu daginn, en ég er bara ekki nú ánægð með hana. Ég ætla að ná í hana. Sko, hún er hér. Ég skal bara fara í hana. Mér finnst hún æðisleg og hún er, þú veist, náttúrulega mjúk og þægileg og allt það. En þú veist, kannski er hún bara of stór eða, þú veist, mér langaði að hafa hana eitthvað svona lús og eða kannski finnst mér bara, þú veist, liturinn ekki henta mér fullkomlega. Veit það ekki. En hún er sem sagt svona. Ég átti ekki alveg nógu mikið garn þetta byrjaði sko sem afgangapeysa, þannig að, þú veist, ég þurfti aðeins að setja annan lit í það neðst og feita þú veist, ég elska ermarnar, en það er eitthvað sem truflar mig. Veit ekki ennþá hvað það er. Stundum bara finnst mér peysa sem ég gerði ógeðslega ljót og hendinni úti í horn og eða eins og núna þessi fór bara upp í hillu. Þetta er náttúrulega bara frábært sýnishorn úr garninu mínu. Ég er að nota, í þetta svarta er fíneri og fiða og svo í aðalitin er jagmerín og fiða saman.
þú veist, ég er með þess að búin að teikna upp munstrið og allt. En kannski bara, já, við skulum sjá hvað gerist. Það er bara aldrei að vita. Annað, ég er búin að klára líka eina húu sem ég ætla ekki að sýna af því að hún er að fara til þeirra sem að keyptu áskriftarpakka í október og sem að fer bara í póst á morgun, held ég. Það er að senda hann snemma núna af því að ég er að fara þarna út á prjónahátíð og nenni ekki verið ykkur stressi þegar ég kem heim. Svo er kláraði ég eitthvað meira? Ég held ekki. Nei. Ég er að prjóna nokkra hluti, nokkra peysur. Meðal annars þessa. Ég fekk bón, svona létta kjólapeysu yfir kjólinn eitthvað og úr fiðu, sem sagt einfaldri af því að það elskar hana allir. Af því hún er svo mjúk. En ég er búin að tala um þetta áður, ruglingin með, þú veist, ég bara eitthvað ákvað að láta þetta heita fiða, þennan grunn. Þetta er bröstsúri, alpaka og silki. Ég er bara eitthvað, þú veist, þetta er bara eitthvað svo feyslétt og mjúkt og fiða. Þetta bara heitir fiða. Alltaf var eitthvað að koma. En, sko, þetta, ég hef búin að bara teikna upp berustykki aðeins, veit ekki hvað verður þú veist, ég er ekki alveg búin að ákveða að loka pælinguna, en pælingin er að þetta sé bara svona feyslétt peysa sem er hægt að skella yfir sig, yfir kjól og til þess að gera hana svona pínu fancy, að langar mig að setja glimmer. Ég held að ég ætli að nota þetta í þessa. En þú veist, við erum bara að tala um eitthvað svona, þú veist, 1-2 línur, eitt munstur, eitthvað, þú veist, ég er ekki búin að ákveða hvar það fer, en þessi fer í þennan lit. Og þessi litur er, þú veist, ég er eitthvað svona að vanda mig við að nota afgangana mína þegar ég er að byrja á okkur svona hugmynd. Þannig að þetta er liturinn óvænt ánægja og lerkisveppur. Og þetta er ekkert endilega, þú veist, litir sem ég myndi klæða mig í. Þó, þú veist, jú, mér finnst þetta ógeðslega fínt núna. Og mér fannst það líka þegar ég gerði bleikupeysuna. En svo bara kom annað í ljós. Þannig að ég fór að skoða. Ég fór sem sagt í gaddbúð áðan, Hamraborg. Spuni og var þar í hádegismat með Söndru, þannig að við ákváðum að kíkja inn. Þannig að ég fór bara að skoða hvaða glimmer væri til og þú veist, valdi með þennan. Ég keypti líka þennan af því að mér fannst það svo eitthvað æðislegur, en ég er ekki bleik, þannig að við erum búin að útkljá það. Það er ekki að fara að gerast. Þannig að kannski verð ég að gera líka barnaútgáfu þessu og þá geti hún Áróra fengi svona mjólin, þú veist, það er möguleiki. Ég er nefnilega, þú veist, það sem ég er að fara að draga upp á eftir. Hún er að bíða eftir bleikri peysu. Hún var búin að velja sér lit sem er reyndar, þú veist, þessi í bara öðrum grunni. Þannig að mögulega verður það, þarf ég bara að breyta þeirri pælingu og fara í þetta. Hún er ekkert að fara að vita það eitthvað, þú veist, að ég hafi breytt út gagninu sem hún valdi, en þú veist, jú, kannski. En ég get líka alveg, þú veist, en hún reyndar á að vera opin, þannig að, ok, smá veis. Allavega, þetta yrði hennar paletta. Svo er ég búin að velja, nei, ég er ekki búin að velja, en ég er að reyna að velja litina sem mig langar í mína svona peysu. Og keypti mér þennan líka í leiðinni. Og er svona að velta fyrir mér, sko. Ég finn ekki hinn fullkomna lit með þessum tveimur sem aðalit. Þessir yrðu munsturlitir. Já, aðeins eftir að finna út af því.
En ég held að ég þurfa að lita hérna nýja litin Sönn ást í fiðið til þess að geta fullkomnað þessa samsetningu. Kannski bara geri ég það á morgun. Skulum sjá. En það sem datt svo í hug þegar að ég setti þetta saman var þessa hér. Ungfrú Hafnarfjörður væri sturluð ef að þetta væri aðalliturinn hérna og þetta annar munsturliturinn og þetta hinn munsturliturinn. En svo er spurning hver og hvenar, hver ætlar að prjóna þetta eða hvenar ætla ég að prjóna þetta. Því að, já, ég langar að prjóna svo margt. En eru það að sjá þetta? Þetta er sturlað. Þannig að þetta er mögulega verkefni sem verður oh my god, þetta er kannski tilvalið verkefni í sem sagt flug og svona. Á maður ekki alltaf að taka með sér eitthvað svona, þú veist, gúrmi, eitthvað svona, eitthvað sem maður langar ógeðslega að gera þegar maður fer í frí. En ég ætla að fara úr þessu hér og sækja næsta verk í vinnslu. Ég ætla að setja hérna snúru upp á svo ég geti farið í það fyrir ykkur sem að verður reyndar fyrsta mátun, þannig að kannski klippið þetta út. Veit það ekki. En þessi peysa er afgangapeysa í rauninni. Er búin að opna eina nýja hespu. En ég er líka búin að klára alveg 2 allavega, 3 jafnvel, svona afgangadokkur. Munstrið er mjög svipað því sem ég var með í ofgnótt sjalinu, sem er munstur sem að Arndís var með í Njálu sjalinu sínu og peysunni, sem að ég er búin að ég svona hálfpartinn sneri því við og ákvað að hafa ekki og gerði það þannig að það myndi lita svipað út en ekki með svona kaðlaleikjum, þú veist, þar sem maður þarf að svissa. Allavega, og líka til þess að geta gert það top down. Af því að mér finnst það skemmtilegast. Og hún er hér. Nú skulum við bara vaða í hana. Djók. Svolítið stuttar snúrurnar sem ég er með í ermunum. En oh my god. Ok. Ég þarf ekki að klippa þetta út, þetta er alltaf leið. Þessi peysa verður sem sagt opin og þú veist, ég er að nota afganga, ég til dæmis kláraði þennan alveg, þannig að hann datt út og í staðinn kom þessi fjólublái. Svo kláraði ég þetta gat og þá kom inn þessi dökki og nú af því að ég er eitthvað að fjólubláast yfir mig að þá litaði ég, þegar ég var að lita í áskriftapakana og var að ætlaði að gera bleikan lit sem varð aðeins of fjólublár fannst mér, þá bara bætti ég aðeins í hann til þess að já, fá hann betri. Ég ætla að sýna ykkur hann að því ég ætla að skipta sennilega sem ljós fjólublá út. Svara einu símtali. En, já, ég var sem sagt, þessi fjólublái er litur sem að, talaði hátt, shit, allavega. Þessi fjólublái er litur sem að ég, þú veist, opnaði nýja hespu. Það er eini nýji sem ég er búin að taka upp. Þessi sem er þessi hér er sambland af þessum og þessum. Ég með þessa þú veist, ég var með afgang af þessu sko. Ég var að opna ekki nýja og ég ætla ekki að opna nýja. Ég veit það ekki, kannski verður þessi litur allaveg með. En ég er að skipta svo næst þessum ljós fjólubláa út fyrir þennan. En ég er ekki, þú veist, ég er ekki búin að ákveða. Pælingin var að hún væri svona aðeins ljósari að ofan og dekkri niður, en svo er ég svona, þú veist, mér finnst þetta aðeins of gróft hjá mér að fara í þennan
mjög dökka, minnst hann svona, en þú veist, ég veit það ekki alveg. Ég mun ákveða það seinna. Til að halda aðeins áfram og skipta út næsta lit og sjá hvað gerist. Þannig að ég hugsa að þetta verði bara svona jakkapeysa. Ég fíla þetta. Og, má sjá, þá það, hvað, 3., 4., 5. sem ég hef með á prjónunum. Hérna er ein prufa sem ég gerði þegar ég var að pröfa munstrið. Fór svona úr gul og ferskjulitunni einmitt, nota afgangana. Og það sem er svo skemmtilegt við þetta sem hugmynd frá Arndísi, að þetta í rauninni DK, svona grófari kantinum. Þannig að ég að nota afganga af fingering, ég nota það 2-falt, eða fingering og fiðu með, sem hægt að nota móherbar líka, eða bara DK, grófleika. Og skemmtilegt að skipta því, gera það svolítið til skiptist, þannig að áferðin svona, verði mismunandi. Já. Hérna ég svo með verkefni sem að, þetta nú kannski bara máta líka, þræðum þetta í gegn. Þessi peysa sem sagt, peysan sem að ég, man ekki hvort ég hafa minnst á hana síðast, eða í einhverju svona hliðarvídeói sem ég gerði sem var ekki endilega, þú veist, garngubb. Hver munur svona garngubbi og einhverju öðru vídeói sem ég geri, ég veit það ekki. En það sem sagt, ég litaði þarna nýjan grænan lit sem ég var svo mikið hrifin af að hann fékk nafnið Sönn ást. Ég að lenda í smá vandræðum hérna. Og ég sem sagt að gera peysuna Valmúi sem að ég gaf út fyrst í Pom-Pom og nýlega búin að gefa hana út sem staka uppskrift, bæði á Ravelry og síðunni minni. Þannig að, og sem sagt á íslensku líka, hún var bara til á ensku, að því var gerð þetta fyrir erlent tímarit, en núna sem sagt hægt að kaupa hana á íslensku og ensku staka. Og sjá, til þess að komi. Hún sem sagt svona. Þetta sem sagt þessi hér. Svona var hún í blaðinu. Þessi úr Merino DK frá Vassnes, sem æðislegt gagn. Og ég ætla að finna út úr því hvernig þetta snýr. Það upphækkun að aftan. Hérna hún. Svona. Og svona. Og svona. Já. Þannig að laga hárið eftir þetta. Svona. Þetta sem sagt Valmúi í litnum Sönn ást, mold ert þú og nýslegið heitir þessi ljósgræni. Ég einmitt að máta þessa bara í fyrsta skipti líka núna. Og þú veist, mig langar að klára þessa fyrst áður en ég fer að byrja á nýrri. Kannski ætti ég bara að taka þessa með mér í ferðina. Mig langar samt svo að byrja á nýrri. En þetta svona. Allavega, ég elska þetta. Þetta peysa sem ég langar að eiga og langar að vera í. Oh my god. Ég held að ég sé ekki prjóna neitt meira. Nei, ég náttúrulega lík því bara, en ég bara man það ekki og ekki með það hérna fyrir fram á mig, þannig að ég get ekki sagt ykkur það. En sko, þessi hérna fer kannski jú, þetta of dökkt. Ég þarf að rekja upp, sko. Ég eftir að snúast örugglega marga hringi með þetta. Hérna sem sagt upphækkunin í stroffinu
aftan. Ok, þið megið endilega tjá ykkur þetta. Ég sé þetta alveg fyrir mér ganga áfram þegar ég fer að skipta út fleirum. En það eitthvað að trufla mig, en samt ekki. Mér finnst þetta bæði eitthvað æðislegt og eitthvað off. En sjáum til. En þetta hérna að ásækja mig. Sjáu þetta. Þetta náttúrulega bara rugl. Ég verða eiginlega að lita þennan í fiðu eða gera Ungfrú Hafnarfjörð úr þessum litum. Það er allt í rúst eftir. Ég var að taka til, það var svo fínt hjá mér. Það er allt í rúst núna eftir þetta myndband. Allt út allt. En ég er hrifin. Konan sem prjónaði bara grænt. Það verð ég. Er það ekki bara allt í lagi? Má kona ekki bara prjóna grænt? Það er eitt í viðbót. Það er opið hús á morgun. Á milli klukkan 4 og 6 og á morgun er sem sagt miðvikudagur 1. október. Bara, þú veist, ef að þú skildir vera að horfa á þetta kannski 3. október eða eitthvað, þá er þetta búið. En það verður svo líka opið hús í næstu viku eftir ég kem frá Berlín. Býst við því að það verði annaðhvort á 3. eða 5. dag. Ég skal reyna að gera það með góðum fyrirvara, mögulega bara á morgun. Þannig að þú veist, þið getið tekið tíman frá. Bye bye!